10% í kulnun. Þú veist þetta líka, hafandi verið Það með er borgarstjóra. vandamál. Ég meina, já, heyrðu, þegar þú varst reyndar hjá borgarstjóra, ég veit að Einar hefur nú eitthvað vakið athygli á þessu, þannig að þú hlýtur að vita eitthvað þetta. Það er bara sviðnum sviðum, er 40% af deildin í kulnun. Þegar ég segi þetta við fólk, það trúir mér ekki einu sinni. Þú veist þetta. Já, veikindatölur eru ágefni, ég er sammála. En þú veist að með 10%, það er allt upp í 40% á þessum sviðum. Þú varum að tala um velferðarsvið áðan. Ég þekki ekki nákvæmlega þessa tölu sem þú ert að vísa í. Ekki? En það varstu ekki búin að heyra eitthvað svona? Jú, ég var búin að heyra eitthvað svona og ég var að spyrjast fyrir það á sínum tíma. Nú er þetta allt mjög óábyrgt hérna eftir minni, en þá var eitthvað svona, já, það eru 2 að vinna þarna. Ég var eitthvað, já, ok, þannig að önnur manneskjan er í, já, ok, ég skil. Þetta var eitthvað svona skýring, en þetta er eitthvað svona jaðartilfelli. Stóra myndin er að veikindatölurnar eru 40% af forstöðumönnum inn á sambýlum voru í kulnun á einu tímapunkti. Getur þú sagt mér eitt? Hvað með það? Af hverju, hvað er það sem gerir það verkum að svona margir eru í kulnun? Það er bara það er í boði. 3,4% af þeim sem eru í kulnun hafa verið í raunverulegri kulnun samkvæmt tölum virk. Restin sem er kringum 95% eru alls ekki í kulnun, sem að þýðir það að við erum búin að búa til innanhús hvata, þar sem að fólk hefur hagsmuni af því að geta farið og hætt í vinnunni. Þú farið afturvirkt yfirvinnu, greidda ofan á launin þín. Þú getur rauninni verið lengi og þig listir með við það hvað þetta er ótrúlega galið. Eftir 1 ár ertu komið með 2 ára getu til þess að fara allavega í veikindaleyfi, ég veit ekki hvort að kulnun flettist þar inn í, og svo getur þú mætt í nokkra mánuði eða jafnvel nokkra vikur í vinnuna aftur og farið aftur í kulnun. Það er bara búið til innanhúskvata. Jú, ég hef alveg séð dæmi þetta. Þetta er náttúrulega glata, en Dæmi, þetta er bara gerast bara í ótrúlega miklu mæli. Já, þetta er glatað. Ég man eftir auglýsingunni frá Vaffer fyrir mörgum árum. Ég var að keyra á Skóta Fabíinu minni á götum borgarinnar þegar ég sá þessu auglýsingu. Það er eitthvað svona, ert þú ekki í kulnun? Það var eitthvað svona, og ég var eitthvað svona, nei, en ætti ég að vera það? Byrju, hvað? Og ég var eitthvað svona, og ég byrjaði að hugsa þetta þá, bara eitthvað svona, byrju, er ég í kulnun? Eða er ég ekki bara góð eða hvað? Og svona, ég held að það sé alveg, en þetta er eitthvað sem nær langt út fyrir Reykjavíkborg, sko. Þetta er eitthvað svona samfélagslegt, en byrju, af hverju svona mikið streita? Af hverju svona mikið kulnun? Ég bara skil það ekki. Af því við höfum það mjög gott sem þjóð. Við, þú veist, þetta er bara að þetta er boði. Ef ég get sagt við þig, þú getur farið. Öll tilfelli þannig Þórarinn. 3,4% eru réttilega kulnun. 95% eru della. Já, þetta svona svakalega tölur? Samkvæmt tölum virk. Já. Þetta er galið. Þetta ef þetta er svona, ég er alveg sammála, þetta er ekki gott. Og mér finnst, ég skal bara líka bera ákveðna virðingu fyrir hérna. Fyrir það að vera tilbúin til þess að eiga þessar samræður. Því ég veit að það er ekki auðvelt að vera stjórnmálamaður sem er í framboði og vera ekki bara, nei, ég sé ekki neitt, nei, þetta er ekki neitt. Og því að það er náttúrulega langhagstæðast fyrir þig.